Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Doktor Birna Varðardóttir hefur síðustu 10 árin verið að mennta sig í því sem tengist næringu og þjálfun. Þá hefur hún verið mikið að skoða hlutfallslegan orkuskort í íþróttum eða það sem við köllum REDS, sem er Relative Energy Deficiency in Sports. Birna fór í að læra allt þetta því hana langaði að skilja betur hvað gerðist í líkamanum sínum og hvers vegna en á sínum tíma glímdi Birna við átröskun. Í dag ætla Birna að segja okkur frá niðurstöðum doktorsverkefnisins síns, þetta var flókin setning, og hvað áhrif hlutfallslegur orkuskortur í íþróttum hefur á heilsu og árangur. En að sjálfsögðu áður en við byrjum þá ætla ég að fá að þakka samstarfsaðilum klefans kærlega fyrir. Auður er draumur sparnaðarpésans. Þar viltu geyma sparnaði þinn og öll ættu við að eiga þannig reikning. Það borgar sig að ávaxta með auði, hefur aldrei verið einfaldara og ekkert mál að stofna reikning. Lemon er með ferskan og hollan mat og góðu valmöguleiki fyrir fólk sem er að huga heilsunni. Hafi fiskverslun, nú má alls ekki gleyma að næra sig á fiskinum. Þú ættir að kíkja í verslanir hafsins, annarkvort í Hlíðasmára eða Spönginni og prófa eitthvað nýtt. Það er svo mikið úrval. Yfirleitt þegar ég fer þangað þá veit ég ekkert hvað ég á að velja, þannig að ég reyni yfirleitt að prófa eitthvað nýtt. Nutrileng, það er algjört lykilatriði í mína daglegu rútínu, en Nutrileng smyr og mikið líðina og aðstoða við að byggja upp brjóski aftur. Ég veit, ég er alveg svakalega miðaldra þegar ég segi þetta, en ég er búin að heyra líka marga góða sögur af Nutrileng þar sem fólk finnur mikinn mun. En núna situr Birna hérna hjá mér, vertu velkomin. Takk fyrir. Eða doktor Birna, það er nú aldeilis titill. Takk fyrir. Kynnur þig alltaf bara, já, sæl, doktor Birna hér? Nei, ég gera það ekki almennt. Það er meira svona, ég kvittar undir í e-mailum og svoleiðis, en almennt er ég bara Birna, sko. Og líka það mjög vel að vera það fram. Vá, ég myndi vera svo mikið. Já, ég er doktor Silju, kallaði mig doktor Silju. En taka svona eins og Ross í Friends bara. Algjörlega. Bara, læknir, já, doktor hérna. En jú, ég maður flagga því þegar það á við, alveg klálega. Já, þú verður duglega því. En þú sem sagt varst að klára bara doktorsnámi í íþrótta og heilsufræði frá HÍ og þú varst bara að verja ritgerðina hvað í október? Já, miðjan október. Og á ensku? Já, alltaf á ensku. Og er það alltaf þannig? Já, ég held að sé alltaf þannig á Íslandi, hér allavega. Og já, þannig að þetta er alveg 3 tímar. Já. Þannig fyrst kynir þú verkefnið þitt og svo eru tveir sérfræðingar sem koma og hlýða þér yfir hálfpartinn. Er þetta ekki bara svona eins og undirbúið sig fyrir keppni? Jú, ég nálgast það með þannig. Það voru bara 2 andmælendur og ég bara, þetta er bara pínuð svona, þetta er bara mín keppni í dag. Ég ætla að hafa þessa orðustu, sko. Og nærðið þið væntanlega vel fyrir? Og... Já, allt að vera, sko. Jú. En fyrir þetta þá ertu líka með meistaragráðu í hreyfivísindum og íþróttanæringafræði. Er eitthvað fleiri gráðu sem ætlar að sækja eða? Ég held að sé komið núna svona, já, svona á stóru gráðunum, en hinn má ekki alltaf líka bæta einhverju svona krúftlegu við sig. En svo sko þinn bakgrunnur í íþróttum kemur úr hlaupum, þar sem þú kepptir í millivega og langhlaupum. Og ég man með góðum árangri og ég man eftir upp í Kapla á brautinni því ég var sjálf að æfa að keppa þá. En í hvaða vegalengdum varstu helst að keppa í? Ég kom svolítið inn í hlaupin, svolítið í þessi millivegalenda hlaup, en svo var ég svolítið fljótt gráðu í lengur hlaupin, sko. Þannig að ég var ítt svolítið í millivegalendar og brautarhlaupin, en svona, mín ástríða þenn tíma var meira fyrir lengri götuhlaupin, sko. Ok, og hvað lengri? Það var svona 10 og ég var að koma svolítið ung inn í þetta og mér langaði að hlaupa meira hált og svona, það var alltaf fólk að pínu að halda aftur á manni að leyfa sér að vera ung og náða praða og svo fara lengra, en já, svolítið hungrið á þenn tíma. Já, ég elska að vera á brautinni, ég myndi alveg fara bara að hlaupa 10 kilometra á braut. Ég er bara kátt með það, en ég er náttúrulega bara föst þar. En á þessum tíma í hlaupunum þá varst að vinna þig úr átröskun. Já, ég kom svolítið, fann mér svolítið pínu seint í íþróttum. Það var ekki fyrir kannski 12 ára aldur sem ég fann svona hvar ég var sterkust á íþróttasviðinu. Var búin að æfa listskauta lengi og var alltaf bara þar í sama flokki og hefði ekki þessar fínhreyfingar, sko. Nei. En fann bara á þrekæfingunum, svona þessum æfisæfingum, þá voru alltaf hlaup og hamast, sko. Já. Og það var fyrir langskemmtilegast. Þannig að ég sagði, kannski ætti ég bara að prófa að færa mig nær því og keppti í 5 km viðgangshlaup í einu sinni. Já. Og eftir það var bara, þetta er mitt. Og byrjaði þá að frjálsra upp á því. Ok, en
en átröskurinn, hvernig kemur hún svona inn í þetta? Er það bara æfingarnar eða? Ég hef búin að vera að hlaupa hana í nokkur ár, þú veist, ég var að byrja hana 12-13 ára aldur að svona æfa markvist í frjálsum og mér langaði bara að verða ótrúlega góð, mér langaði bara að verða besti langhlaupari á Íslandi, það var bara mitt markmið og ég var bara algjörlega þar, þú veist, ég var með bara laser fókus á því þannig að ég var bara tilbúin að gera allt, ég las allt mataræði, allt sem ég bara hægt var að finna á netinu á þeim tíma, alla bækur, tók allt inn margt að því var mjög óæskilegt og bara eitt leiti svolítið öðru og mér lá á að ná árangri að hann 15-16 aldur, þá var þetta orðið bara mjög alvarlega átröskun sko. Já. Hvernig horfur þú núna tilbaka á þennan tíma? Svona bara svolítið sem bara mjög dýrmæta leksíu og bara lærdóm svolítið sko. Úr því að þetta gerast þetta er mjög erfiðið pakki að fara í gegnum en svo hefur maður svona pínu líka pínu mótast út frá þessu og ég er svo sem ég er í dag af því að ég fór í gegnum þetta allt saman. Einmitt. Ég hef fylgst með þér alltaf bara í gegnum tíðina en hvenær svona fattaðir þú að þetta væri vandamál? Sko fjölskyldan var mjög lengi búin að vera svona að hafa áhyggjur og meina þú veist allir sem voru að æfa kringum mig þeir sem voru upp í FA á þessum tíma og svona þú veist fólk vissi alveg að þetta var eitthvað sem ekki eins og átt að vera. Nei. Og það byrjaði líka á því ég fór að ná í bætti mig og vann hlaup og fyrstum sinn en svo bara fann ég en svo bara eftir örfáa vikur þá var engin orka, þá var ég löpum stigan upp í Vestló og ég hafði bara varla trekið það sko. Nei. Þannig að þetta var svona bara upp og niður allt í einu. Og þetta fór svona síast kannski inn? Já, og ég man eftir að var að reyna að taka svona fartleikæfingu upp í Kaplakrika og ég man svo sterkt eftir, ég var að reyna að skipta úr hröðum kafla yfir í hægt og það bara gerðist ekki neitt og það var bara allt stopp. Og það svona var mjög svona þá virkilega fann ég að það er eitthvað sem við þurfum að vinna í hérna. Einmitt. En þú veist, hvað myndir þú ráðleggja ungu íþróttafólki sem er kannski að hallast í þessa átt? Bara mjög mikilvægt að ungt íþróttafólk skilji hvað skiptir miklu máli bara svolítið að gefa sér tíma í að ná árangri og treysta ferlinu og munað líka að það að verða afreksíþróttamaður eða manneskja það er margar ára ferli og ég man á sínum tíma að leitir svo upp til margra svona afreksíþróttamaður sem ég sá sjónvarpinu og voru ná árangri þar bara með svolítið sama við þær en á þeim tíma var ég bara unglingur í unglingslíkama sem átti að fara í gegnum ótrúlega mikið af breytingar sem eiga sér stað og minna svolítið á það þetta er ferli og þess að þetta sem við horfum upp til og er á hæsta leveli það er búið að fara í gegnum þetta allt saman og hefur mótast í gegnum bara, ítrekkað æfingar og allt það sko. Það var mjög gott svar hér. Já. En hvað myndir þú ráðleggja foreldrum þegar við erum alltaf, ég tala bara mikið íþróttafólk, foreldrar þeirra íþróttafólk sem kannski er að hallast í þessa áttu eða eitthvað svoleiðis? Bara klárlega vera vakandi fyrir einkennum og ég er líka mjög mikilvægt að öll svona fræðsla, hún var minni á þeim tíma sem fyrir 10 árum síðan, miklu minni. Já. Þannig að ég held að líka, þetta er ekki bara ábyrgð foreldra, það er svo margir þættir, ég tala oft það þegar að kenna, þá segi ég að íþróttir auka ekki endilega líkur átröskun per se. Það eru meira þessir þættir í umhverju sem það er að vinna rétt með. Já. Og þá er það skilaboð frá þjálfurum, foreldrum, liðið sjálft, hvernig við tölum mat og allt þetta. Já. Þannig að það er svona margir þættir sem þurfa að vinna saman í því. Svo heildapakki. Já, algjörlega. En hvað fannst þér svona virka á þig? Hvernig, fórstu og bara eitthvað svona, fórstu að taka framförum og fara í rétta átt? Það tók bara alveg tilverðan tíma. Já. En ég fór að æfa þessi upp í bootcamp aftur á þeim tíma. Bootcamp var mín leiðin inn í þetta. Já. Og
svona, ég hugsaði bara, nú ætla ég bara að taka, nú er þetta bara mín næsta keppni, ég sagði, ég get ekki keppt, ég er komin að það stað að ég bara hef ekki heilsu í að æfa og keppa eins og mér langar núna, en ég ætla að koma þann stað aftur og fann mér bara þar þjálfara og bjó mér bara til hérna mitt heimi hérna í kringum mig og fekk, bara mjög digga aðstoð þar til þess að byggja upp styrk og hérna og leið og ég fann hvað aftur, það að þyngjast aftur aðeins að því ég þurfti virkilega því að halda, bætti við styrk og annað, að fann ég virkilega, þetta er það sem skiptir máli til þess að geta blómstraði í íþróttum, Já, og þú ert bara alveg búin að keppa í kraftliftingum, high rocks og þú veist, þannig að þú ert alveg, þér finnst greinlega gaman að keppa. Ég er rosa mikið keppnismanneski, bara svolítið í öllu sem ég geri, eins og ég nefndi áðan með doktorsverðinu og allt, ég nálgast allt sem keppni og hérna, þannig já, þú veist, ég átti alveg sterkt comeback aftur eftir ég hafði náð mér á strik aftur í hlaupunum og var alveg 1-2 ára bara all in eftir það, en svona, því að fann ég pínu að svona, það þurfti að breyta eitthvað aðeins til, það sat eitthvað svona pínu í kerfinu, þú veist, það var alls konar aðstæður og minningar sem sitja í manni og maður svona, hérna, allt í einu, kannski er þetta ekki, þú veist, það sem mér fyrir bestu. Og svona, maður verður líka að hugsa upp á lengur tíma og annað, en þannig að ég hef svona pínu blanda hlaupunum saman við alls konar önnur sport, þannig ég hef svona pínu svona íþróttablendingur í dag, þannig ég hleypi alveg Íþróttablendingur? Þannig ég hleyp slatta, en ég hef líka átt að til að keppa í kraftliftingum og high rocks og svona öðru. Já, er high rocks þá ekki bara alveg draumurinn þinn? High rocks er mjög skemmtilegt. Og það þú getur útskilt aðeins hvað það er? Já, high rocks er bara pínu svona hálfgerð svona æfingabraut, þannig að þú hleypur alltaf heilan kílómetra og svo er alltaf æfingastuð á milli, þannig að hleypur fyrst kílómetra, ferði svo eina æfingastuð og svo aftur hleypuru. Og þetta er eitthvað burpees, slegatóg, ítasleiða, labba með ketubjöllur? Já, þetta er skíðavél, það var róður, labba með bjöllur, svona burpees og langstökk. Já, rosalegt. Og svo endar þetta alltaf sem á 100 voltbóls áður og hleypur í mark. Já, það er hugsanlega eina engi sem ég var til í, alls ekki burpees. Nei, en hérna, svo þegar ég var að skoða sportbitana sem er Instagramið þitt, þar sem þú ert með ýmsa fræðslu, að þá fann ég smá átröskunar hegðunar. Já, þú veist, þið skoðuðu þess að tengsl átröskunar hegðunar, vöðvaskynjunar, röskunar og æfinga, þráhyggju við einkenni hlutfallsleg orkuskort sem við erum að kalla REDS. En hérna, vöðvaskynju röskun, hvað er það? Þetta er rosalega þjált orð. Já, þetta er skrítið orð, ég var að spæði hvað, ég veit ekki hvað þetta orð er á ensku einu sinni. Nei, sumir myndir bara kalla þetta vöðvafíkn og það er oft, en svona maður er oft pínu verið feimin að nota orðið fíkn, það er svo sterkt orð. Já. En þetta er einu bara það sem við kallum á ensku svona muscular dysmorphia. Og það er þegar þú ert kannski massaður og strákar eru kannski meiri þessu það ekki. Þú ert massaður en þér finnst þú bara að vera eitthvað lítill rindill eða eitthvað. Þú er alltaf hugmynd að þú þurfir að bæta við meiri massa og sért ekki nógu massaður, köftaður, allt þetta. Einmitt. Og hver eru, þú veist, einkennin og og svona, þú veist, það er þetta náttúrulega bara, þú veist, að því að finnst þú vera ekki nógu stór. En hvað er líkt og hvað er ólíkt hefðbundninni átröskunar hegðun og átröskunum? Og getur þetta tvennt jafnvel farið saman? Ég fekk þessar spurningar á Instagraminu þinni. Algjörlega, bara algjörlega. Það sem við vorum svolítið forvitnum með í þessari doktorsverkefninu mínu var svolítið að skoða, við vildum ekki bara einblína á eitthvað eitt tengt líkamsímynd, því að líkamsímynd er hálfgerð svona róf, þetta er ekki bara eitthvað eitt og það er alls konar líkamsímyndavandir sem getur komið upp. Og svona margir svona spurningarlistar og oft þegar við tölum átröskun sjáum fyrir okkur listastól og svona típisku átröskunir, en gleymum kannski á hinum endanum, þá er hópur sem er bara mjög upptekin að því að verða massaður eða þau sé ekki nógu massaður og ná aldrei uppfylla eitthvað standard, sama hversu háttir fara eða svona langt ná. Og það getur líka bara skapa mjög óheilbrigt samband bæði við mat og æfingar. Og það sem var sammert með svona þessum hefðbundnu átröskunum sem við þekkjum og vöðvaskynjunar röskun eða muscular dysmorphia er að fólk ítir sér mjög langt í æfingum og mataræði og svona fer svolítið út í ekstrím hluti. Ok. Og þú veist, einhvers konar átröskun, þú veist, þetta algengt innan íþróttinu þegar þú sendir spurningalista eða ekki
fyrir rannsóknina. Jú, Og þetta eitthvað sem þú sást að væri algengt eða, sko það voru 8% af öllum sem voru yfir skori á listan sem skemaði fyrir átrúskunarhegðun, sem því að þetta er áhættu hópur. já, Og hjá stelpunum var þetta hærri prósenta 11%, já, en það skiptir líka máli að hafa í huga þegar við skoðum svo einstaka svör, það voru mun stærri hópur með eitthvað skonar einkenni líka. já, ok, Þannig að við tölum oft pínur svona rófæðuhegðuna alveg yfir það sem er optimal sem við viljum hafa, já, upp í virkilega svona klínisk og bara virkilega vandamál sko. Og í vöðvaskynjunaröskunni þá var þetta 13%, þannig að þetta er virkilega eitthvað sem við erum að glíma við að núti sko. ok, áhugavert. Og ef að fólk er að hlusta núna og er bara eitthvað, heyrðu, ætli ég sé, þú veist, þarna, hvað ætti það að gera? Erum við með eitthvað tól? Já, sko, klálega ef fólk svona, þetta er alltaf sterkt þegar fólk sjálft átt að segja vandan, því að það er oft svona stóra skrefi, því að það tók mig á sínum tíma, mjög langa tíma að koma til þann stað virkilega bara viðurkenna þetta, því að fyrir mér var þetta lengi bara, þetta er bara hluti af því að vera í þetta konar, það er bara að borða holt, aldrei nammi, aldrei svona vera virkilega öguð og þú veist, það ítti mér mjög langt út í átrúskun, sko. Já. Þannig að ef að fólk nær að hlusta á þetta og tengja við eitthvað sem við erum að segja, þá klárlega bara svona pínu að kannski taka skref tilbaka, aðeins svona líta heildarmyndina, sjá, er ég að sýna þessi einkenni og framvegis og svo bara auðvitað leita sér aðstoðar, því að það er mjög mikið að við komum mjög langt á eigin hugsunum og því sem við viljum ná fram en að gera að hafa samband við næringarfræðing, sálfræðing eða eitthvað sem getur hjálpað þér svona að taka fyrst skrefin. Ef fólk er eitthvað að spá í þessu allt í einu, mætti að senda þér skilaboð og þú getur leiðbent þeim áfram eða? Alltaf opið. Á Sportbitar á Instagram? Já, ég sem við erum með Instagrami Sportbitarnir á Instagram, þannig að bara ef það er eitthvað þá alltaf opið. Ok, en þegar ég sagði þetta, ef fólk grunar að það sé með, þá glottur smá, er það óalgengt að fólk fatti þetta sjálft? Sko, ég myndi segja að ég vildi að byrja þetta á eitthvað potarjóknunar og ég ætti að vel að vera marinn með við, og ég hef oft potarjóknunar mér á sínum tíma og því að það sem við teljum oft að sé svona normal eða eðlilegt, það er alls ekkert normal. Og það er svona hegðun sem kannski viðgengst og er svona talin holl og góð og frábær, er það ekkert eitthvað alltaf. Þannig að það þarf svolítið, þannig að það fór stendur sig að því að bara, kannski er þetta bara, er ég vinnan mér að gegn mér heldur með mér, sko. Þannig að já, það sumir kannski ná að vera fyrst aðeins til þess að poti eigin öll, sko, en yfirleitt er það eitthvað annað sem hefur áhyggjur og svona. Já. Ég man bara því þú ert opin að tala þetta, sko, ég man eftir þér upp á Kapla og ég var með áhyggjur að þér, ég þekkti þið ekki, en ég man að ég vildi vera góð við þig, ég vildi nálgast þig út af því að ég hafði áhyggjur að þér, þannig ég hef alltaf fylgst með þér og það er bara búið að vera dásanlegt að fylgjast með þér, þú ert bara svo mikill sigurvegari að það er frábært. En ef við færum okkur yfir í rödd og þú kannski útskýrir hvað rödd er. Já, það er redds. Redds, já, með S-inu, það er stórt R-E-D og svo lítið S. Já, og kannski útskýrir þetta eins fyrir okkur. Algjörlega, þannig að redds stendur sem bara fyrir relative energy deficiency sport og við bara notum við bara redds, en á íslensku hefur við þýtt yfir í hlutfallslegan orkuskort í íþróttum. Já. Og áður en við kannski áttum okkur á því hvað það er, það skiptir máli að við áttum okkur á hvað tiltæk orka er. Já. Og það sem kallar með ensku energy availability. Þannig að tiltæk orka er einnig bara svo orka sem stendur eftir af orkunum sem fáum við magnum okkar fyrir líka starfsemi þegar við erum búin að draga frá það sem við notum á æfingum. Okay. Þannig við getum ekki tekið á því á æfingum annars notum þess orku, þegar líka þarf alltaf að nota orku í það. Þannig að restin af orkunni er sem líka minn hefur bara til að stiga sína grunnstarfsemi. Okay. Þá er að tala meldingu, hjarta-æðastarfsemi og öll þessi líkamskerfi sem er ótrúlega orkufrek, þannig að grunn orkuþörfin okkar er alveg oft frá 1500 upp í 2000 hitaeiningar og þá er allt hitt eftir. Þannig að það er tiltæk orka. Já. Og REDS er það sem lýsir bara verulegum eða viðvarandi skorti á tiltækri orku, þannig að við erum alltaf að borða langt undir þörfin okkar
þá geta það fara að bitna verulega á líkamskerfanum okkar, þannig að við ferum að finna oft hjá stelpum, þá hættar blæðingar, það verða meltingatruflanir, ýmis svona líkamlega einkenni sem geta fara að kæla á sér og svo í framhaldi alltaf ef að líkaminn virkar ekki sem skildi og það er ekki að koma á óvart að það getur líka bitnað á árangurinn, þannig að afkasta geta minnkar og okkur hættar að viðslum annað. Sko, það sem ég fór alltaf inn að hugsa núna er því ég lenti svo mikillir ofþjálfun og ég bara eiginlega svolítið sem að varst að lýsa áðan er að þú sérð einhverja fyrirmyndir og ég var að æfa með heims- og ólympíumeisturum og bjó með þeim og var bara, ég var bara 100% committed og svo fattaði ég svona eftir að því horfði aftur á bak, sko, að þá var ég eiginlega bara astnalega mikið committed með við hina en þau voru bara líka búin að ná lengra en ég og ég, svona, þegar ég fór að hugsa eftir á þá fattaði ég að ég borðaði mjög lítið sem ekkert ég svaf ekkert, ég mátti bara ekki vera því, ég má eiginlega ekki vera því ennþá í dag en mista svo leiðilegt en árangurinn mitt fór aftur, og ég fann alveg, ég man ekkert hvernig var með blæðingarnar eða það, en þetta var samt svona, það var alltaf líðið yfir mig og en ég hélt bara áfram og ég var, það þurfti margir að pota í mig, sko, ég fekk hjartatruflanir og allt. Algjörlega, ég man eftir þessar sögur líka, ég var líka mjög áhugasöm hana, sko. Já, þannig að þetta er greinilega, já, ég veit það ekki, kannski bara var ég á leiðinni þangað en það náðu að stoppa mig eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég var alltaf verið svolítið sælkeri, sko. Algjörlega, það er svona, í svona, skoðum, það er vel skrifað greinar hvað er líkt og ólíkt með reds og ofþjálfun, sko, og þetta er mjög einkenni sem eru ofta sömu. Já. Þannig að þarf að pínu skoða hvert og tilfelli átt að segja á hvernig virkilega er undirliggjandi orsök og það sem stundum er einkenni sem þetta fyrir talið vera ofþjálfun ætti frekar að vera reds af því að ef að viðkomandi væri að næra sig betur og í samræmi með þarfir, þá ætti hann svona fræðilega geta svara álæðinu, sko. Já. Þannig að það er alveg ákveð óverlega þannig milli og það sem gerir reds pínu flókið er að þetta er pínu svona greining sem byggir svolítið á útilokun, þannig að útiloka aðrar orsakir fyrir einkennunum. Ég var alltaf ekki að léttast. Ég er bara aldrei léttast. En eins og þegar konu þá er mjög stórt rautt flagg ef að blæðingar truflast eitthvað nátt eða hreinlega hætta og það er búið að útiloka allt annað, þá er það mjög svona aðrar ástæði fyrir því. Já. Þá er það eitthvað sem við ættum að taka mjög alvarlega því að það geta mjög neikvæð áhrif á bein og annað. Og svo sá ég einhvers staðar sem þú skrifaðir að þetta var eitt af því fáa sem er betur rannsaka hjá konum en körlum. Þetta er svona næstu sigur fyrir okkur konur, það er ekki verið að rannsaka okkur meira. Mér finnst það mjög cool að vera pínu með það viðfangsefni sem er betur rannsaka hjá konum, en það er kannski pínu óðar ástæð fyrir því. Þegar uppáflega það var, þegar tiltak orka var svona fyrst í rannsóknum og skortu þar á, þá vorum við að horfa á þetta skollum þrennu í þetta konur, eða female athlete triad. Já. Og það lýsir þessu bara sambandi tiltaka orku við tíðarhing og beinhelsu. Já. Þannig að ef að blæðingar stoppast eða verður röskun á tíðarhing vegna álags eða vannaringar, þá getur það sem bitnað verulega á beinhelsu, því að við þurfum, eins og ef við tökum bara tíðarhingin, þá vitum við að verða sveiflur á nokkrum hormónum yfir tíðarhingin, við fáum toppa í estrogenu og annað og það er virkilega mikið að þeir toppar fá að verða og því það er mjög mikið með örfun fyrir beinin. Já. Þannig að þess vegna allt fram að breytingaskeiði þá erum við að fá þessa reglulegu örfun fyrir beinin til þess að þau geti styrkt og viðhaldið sér, sko. Já. Þannig að þessi trenna í þetta konar lýsti svolítið hvað gerist ef að blæðingar stoppa vegna vannaringar orku skorts. Já. Svona fyrir beinin og þannig að það var svona upphaflega og þær rannsóknir eru yfir 30 ára gamlar en það var ekki fyrir svona 2014 sem við fórum að tala reds og Alþjóða Ólympíunefndin kom með það og kynnti það hugtak og þá stækkat svolítið, þannig að við fórum hugsa þetta svolítið í víðara samhengin, þetta er ekki bara þessi þríhyrningur sem að þrennan er, heldur er reds svolítið útvíkkun á því sem það var og við fórum líka að taka það með reikningin að einkenni geta átt við öll kyn. Ok, en bara ef að við erum að skoða þá konur í þessu, ættu íþróttakonur
sorry, ég er svo kvefið, að borða öðruvísi í kringu sínar æfingar en karlar til að hámarka endurheimta árangur. Þú veist, er munur á hvernig konur eða karlar eiga nálgast þetta, þú veist, eins og með viðmið til tíðarhingsins og þess að þar? Sko, þá aftur að komin í sálma sem eru betur ansæðakar á köllum því að næringar þarfir og endurheimt og allt það, í þeim sálmum vitum við miklu betur kalla og þú veist, við margar áleikingar tengdar næringu byggja á rannsóknir á köllum. Já. Þannig að við höfum ekki alveg endaleg og hrein og skýr svör með að hvort að konur ættu að vera að borða öðruvísi eða aðlaga það tíðarhingnum. Nei, einmitt. Þannig að, já, en klálega, og svo næring bara opaslega einþættisbundin, að maður þarf svona pínu að læra inn á sig, þekkja svona hvernig maður svarar mismunandi áreiti og annað. Mér finnst næring bara brjálaslega flókin. Hún það. Og nú ég sko nú ert þú hérna og ég er búin að vera með 2 næringafræðinga og svo er Lára Hafliða verið hérna líka og eitthvað og ég verði eiginlega bara næstu því ringlaðari, sko. Þú veist, hvernig ætti íþróttafólk að svona horfa á þetta? Er þetta bara, þú veist, svona prófa sig áfram og halda dagbók eða bara, hvernig eigum við að gera þetta? Eitt er náttúrulega að prófa sig áfram, bara sjálfur, og hitt er líka bara að fá aðstóð þessum að hafa menntun og þekkinguna til þess, þannig að leita sér aðstóðu næringafræðingum ef okkur finnst við ekki vera að ná því útrúk sem við vildum, sko. En klálega að hafa eitthvað svona skráning einkenni og líðan og þú veist bara það skrá, bara halda æfingadagbók og skrifa hjá sig hvernig maður leiða til æfingarnar og annað. Ef maður ofta sjá einkenni eins og þreytum og sé ekki ná endurheimta sem maður vildi, ekki stígandi þjálfur sem maður finnst sem maður ætti skilið og annað, þú kannski eða svefnin eitthvað litur raskaður, það er sem margt sem getur svona bent til þess að við séum ekki að sinna endurheimtinu eins og við þyrstum. Ok, mér finnst þetta mjög góða punktur. Þannig að ef við myndum hvetja íþróttafólk að vera bara að halda smá æfingadagbók og þá myndum við náttúrulega, þú veist, bara auðvitað halda utan æfingarnar, halda kannski utan næringuna, þú veist, kannski þarf kannski ekki endilega að vera nákvæmt, en kannski svona og bara, þú veist, þá kannski sérðu að ég borðaði þetta við daginn, ég var sleppa æfingunni eða þú veist, hvernig var daginn og undan og svona þess að og svo svefnin að auðvitað skoða, þú veist, hvernig svaf ég fyrir æfinguna og þess aftar og ég man allan að þegar ég var íþróttakona þá fannst mér ekki gott að sofa mikið daginn fyrir keppni, heldur daginn þar á undan. Þannig ég yfirleitt reyndi að sofa út frá sem sagt 50 yfir á föstudag, ég var að keppa á laugardegi, en föstudag laugardag þá vildi ég bara fá 6-7 tíma, ég vildi ekki meira. Þú veist, en þetta var bara, ég man allan að ég var með dagbækur og ég skrifaði og svo tók ég upp öll hlaupið mín og ég fór yfir þau og þess aftar skilur út af því ég var bara eitthvað, þú veist, hvar get ég fundið þessi prósent, sko. Ok, þannig að það væri áhugavert að einmitt, en þú veist, hversu snemma á fólk að fara í þetta? Erum við að tala um börn eða erum við að tala um kannski bara menntaskóla krakka eða eitthvað? Eða... Ég held alveg í menntaskóla sé alveg til þess að fólk svona pínu farið að svona, þú veist, það var að fara aðeins hægt að vera barn og komin kannski nærði að nær mestarflokkum af afreksstígi. Einmitt. En fyrir foreldrar kannski líka bara fínt að vera bara pínu bara með augun á því, þú veist, maður myndi aldrei mæla með að börn séu með eitthvað svona skráningar. Nei, en að foreldrar séu pínu vakandi fyrir því hvernig gengum milli æfinga og svona einmitt listin eftir það kemur heima erfið æfingu barnið að ná að borða hefur að list og allt þetta. Já. Svona pína trakka svoleiðis hluti og það getur skipt mjög mjög máli. Ert þú með Garmin úr? Ég er með Garmin, já. Fylgistu með því? Recovery og HRVF og þetta? Ég tek því, ég er mjög skeptisk á þessari upplýsingar. Já, algjörlega. Já. Mjög skiljulega. Já. En mér finnst þetta samtali svona bara, já, þetta er svona í takt við svona mér finnst það, sko, ég er ekkert að móti þessu og ég hef átt Garmin úr bara mjög lengi, en mér finnst að ég horfi meira á þetta sem pínu svona leiðavísi. Það getur gefið eitthvað svona upplýsingar sem þú svona vinna með, en þetta á ekki að virkilega stjórna því hvernig þú æfir eða hvernig þú upplifir hlutina. Sammála. En herru, förum aftur í aðrætt. Hvert var svona markmiðið þitt með rannsókninni og hvað myndir þú segja að væri svona
helsta niðurstaðan? Kom einhver önnur niðurstaðan en þú átti von á eða? Sko, já, ég ætla man fyrst þegar ég heyrði Reds, þá var ég bara á fyrsta árunum mínu í næringarfræðinni og bara, ég man bara svona opnaðist bara einhvern heimur bara fyrir, wow. Þannig að eftir það hef ég ekki getað hægt að hugsa Reds, þannig að þetta var alltaf verið eitthvað svona, ég fór í næringarfræðina út af þessu, þetta það sem ég vil. Þannig ég man bara eftir Klæru og bara, já, þú bara virkilega lýsa hérna bara, líka minn hefur upplifað og gengið í gegnum. Þannig að ég var alltaf mjög svona, vissi að ég langaði að fara út í þetta, hvort sem væri í gegnum ráðgjöf eða rannsóknir, en fann svo í meistarnáminu mínu að mér langaði í doktorsnám. Og svo fekk ég tækifæri til þess og styrk 2020 og þá var svona aðalmarkmið þess redd í rannsóknina sem við kallum, sem bara redds meðal íþróttafólks, sem við kallum bara reddi, var að skoða tiltæka orku og einkenni redds meðal íslenska íþróttafólks. Þannig að það var svona stóra markmið okkar. Þannig að við vildum svolítið ná til fjölbreytt íþrótta, við vildum ekki bara skoða eina íþrótta, við vildum pínu taka svona pínu þverskurð af afreksíþróttafólki, þetta það pínu flókið, þú ert að koma alls konar þætt inn í þetta, en við vildum svona pínu hafa svona pínu svona stöðu til á hvernig íslenska íþróttafólk að næra sig og hvar áskoranir liggja og hvort að redds sé vandamál algengt. Ok, og hvað fannst þér svona fá út úr þessu? Sko, það sem við sáum svona, það sem stóð upp úr var að svona mörg út frá spurningalistunum okkar, við vorum nokkrir, þá var svona algeng enginn sem gætu bent til redds, mjög algeng hjá íþróttafólki. Og svo sáum við meira þegar við fórum og köllum hlutaði inn í frekara mælinga, þá sáum við meira svona áttuðu okkur betur á svona næringar hlutanum að því. Og hver voru þá svona þessi einkenni sem að flögguðu ykkur svona aðeins? Bara strax í spurningastanum upphafið, það fyrst hlutum var bara spurningalisti, þannig við vorum ekkert að skoða í tengslum við annað, en bara einkenni eins og léleg endurheimt, svefntruflanir, orkustig, það var margir svona þættir sem voru svona áberandi, ekki innbetta mér og svo framvegis, þannig að það var svona oft þessi langvarandi svona bara þreyta og léleg endurheimt og mörg töluðu að þau væru fengin eða svefn, en svo þau spurðum en vaknaru útkvildur eða útkvild, þá var svarið nei. Þannig að það var svona mörg svona einkenni og líka töluvert hátt prósentar sem að sagðist ekki vera að ná þeim framförum sem að þeim þætti þegar skilið. Þannig að það var svona mörg svona einkenni sem að svona eru strax svona flöggum að eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Nei, einmitt. Og hver var svona helsta, ég veit nefnilega að hún var að segja mér áðan að þetta þú fékkst svo mikið af upplýsingum að þú getur verið að skoða svo marga anga af þessu, en eins og bara allan fyrir doktorsvörnina, hver var svona helsta kannski niðurstaðan úr þessu? Sko, þegar við vorum að skoða svo í framhaldinu, þá kölluðum við íþróttafólki aftur inn, stórhlutaði, og þar vorum við að taka alls konar mæling. Við vorum með líkamsásetningu, við vorum með fíldarefnaskipti, við fengum til þess að halda 7 daga matar og æfingardagbók gegnum appið okkar, sem var svona mynda-app líka. Og þannig við vorum með alls konar breytur þar sem við vorum að skoða með blóðpröfu líka. Það sem við gerðum til að við hjá íþróttakonum, við vorum stóran flottan hópa íþróttakonum sem tóku það átt. Þá var svolítið flokkuðu þær skiptum við hópa eftir hvernig tiltæk orka og kolvetnainntak var. Og þá sáum við mjög skýrt að þær sem voru alltaf með litla tiltæk orku og lítið af kolvetnum, þær voru virkilega svona áhættu hópurum hvað varðar redds. Og það var endurheimt léleg orkustigið og það upplifðu oft orku litlar, aukast að sína fleiri einkenni átraskunar heldur en aðrir hópar. En rædduðu þetta við þau? Þau fengu mörg svona helsa niðurstöður hann upphafi, en svona núna í kjölfarið þegar allir búið, þá erum við svolítið pínu að reyna að vera áberandi með niðurstöðunar og svona ná til þeirra. Já, þannig að hópurinn allir fái fræðslu og svona pínu feedback á hvað kom út úr þessu. Það opnist það mjög mikið líka, ekki bara vera vísindamenn upp í háskóla, heldur líka hafa áhrif. Já,
Þannig að við sjáum að, og klárlega bæði mín rannsókn og aðrar sýna að verulegur skortur á kolvetnum einn og sér Já. getur komið fram í rettsenkennum. Og þá ég er með þetta einnig frá með skert kolvetnintaka ein og sér getur leitt til retts og því mjög mikilvægt að kolvetnaneysla sé næg og taki mið af æfingaálagi. Ef svo er ekki, getur haft neikvæð áhrif á afköst, endurheimt og aðra breytur. En hvernig vitum við? Þú veist, ef ég tel mig bara vera að borða mína brauðsneiðar og eitthvað og ég bara einhvern veginn ekki að fatta að þetta sé málið, þú veist, hvernig veit ég að þetta getur verið vandamálið eða er þetta líka bara áfram, prófa sig áfram? Eitthvað að sér prófa sig áfram og hvorki pínur svona teikna upp fyrir sér bara hvað ég að borða kringum æfingar, bæði fyrir og eftir, er þetta virkið talin í mína þarfir, það er eitt. En mjög oft þá er líka bara svolítið kolvetnahræðsla mjög algeng. Hún er það nefnilega og fólk er mikið að tala borða prótein sko. Þannig að við sáum ekki þennan fjölda brauðsneiða í matarbókum til dæmis og það var meira svona að kolvetnahræðslan var svolítið ábyrgandi. Já. Og hvað viltu segja við þau sem eru hræddir kolvetni? Bara kolvetni, þetta er virkilega þessum bensínið á tankinn okkar, ef við ætlum að fara krefjandi æfingu og taka á því, þá er kolvetni það orkuefni og næringarefni sem að líkaminn á hvað best með að nota og ef það vantar, ef við förum æfingum með tómatank og kolvetnum, þá erum við einfaldlega ekki náði útrák sem við vildum. Og svo ert ekkert að fylla, ef þessi góða æfingar á miðvikudegi, þá er ekkert nóg að fylla tanki bara á miðvikudagsmorgni, sko. Alls ekki. Nei, þetta er lengri tíma prósess. Já, átti sér bæði skiptir kolvetnum máli upp á orku rétt fyrir, þú veist, síðasta máltíðin fyrir, svona fylla tankin, en endurheimtin er ekki síður mikið með hvað var að kolvetni. Ef þú er búin að taka krefjandi æfingu, þá skiptir mjög máli að kolvetnin komi líka inn í máltíðina eftir og næsta daga líka. Já, mér finnst fólk að mynda alltaf bara að maður fá okkur prótein eftir æfingar. En það er kannski fyrir ef að þú ert kannski meira bara að lyfta eða eitthvað. En þú veist, ef við erum að hlaupa og við erum að djöflast og púlsin er hátt uppi og eitthvað, þá er ekkert prótein endilega nóg. Alls ekki. Oft er líka að tala svona þessi 3 R í recovery sem er refuel, rehydrate og rebuild. Þannig að refuel er það orkan, rehydrate er vökvinn og rebuild er það próteinið. Og þetta er allt bara sumera svolítið upp hvað við þurfum að vera að bæta upp sem við getum að vera að mista á æfingunni. Þannig að á æfingunni erum við að tæta vöðvana okkar og valda svona ákveðnum mikroskemmtum. En við erum líka að ganga á glýkógenbyrðina sem er bara svona kolvetna forðin okkar. Þú veist, þannig að ef ég til dæmis er að taka erfiða hlaupaæfingu að þá þarf ég hugsanlega pottet að fylla á rehydration og kolvetnabyrðinar. Algjörlega. Þú veist, það er kannski próteinið er ekkert lykilatriði þar en ef ég væri kannski að lyfta þá væri það kannski myndi að spila stærra hlutverk. Algjörlega. Okay. Og það sem oft, ef við tölum um kolvetnin líka, þú veist, þá er sem skilja mig þannig ég sé bara að ég alltaf bara ótrúlega mikið kolvetnum, alltaf allir og bara, ég fæ oft pínu það, svona, þá tilfinning að fólk haldi það sé skilabúðin. Já. En það sem ég skilja máli er að og sem að ég vil að fólk taki út úr þessu er að við séum svolítið að horfa á æfingaálagið okkar og hvað við erum að gera og séum svolítið að stilla kolvetnaneysluna af miðað við það. Þannig að í kringum krefjandi æfingadaga þá þarf kolvetnaneysluna að vera há en svo aðra daga sem að æfingálagið minna eða tímabili sem minna æfingálag þá getur kolvetnaneysluna verið minni og önnur næringarnir þá aðeins hærri á móti. En þá er líka gott fyrir íþróttafólk að vita sirka hvernig vikan lítur út. Akkurat. Þú veist, og það náttúrulega er ekkert þannig í endilega hópíþróttum til dæmis að þú veist ekkert, margir vita ekkert endilega hvað áherslan er á æfingudagsins eða eitthvað svona, en það er kannski sniðugt að koma því að. Algjörlega, þannig að við tölum oft svona tímabilskipta næring og alveg sem tölum tímabilskipta þjálfun, þannig að næring getur líka komið inn í þetta, við séum að stilla svolítið næringarna miða við álagið hverju sinni og þannig svona spilin í okkar einstaklingsbundnu þarfir, sko. Einmitt. Herri, svo talar við líka lágt D-vitamin eða D-vitaminskort og það sé algengt hjá þessum íþróttakonum. Hvernig sérðu það? Það hefur áhrif á beinin náttúrulega. Já, við tókum
skoðum, tókum blóðpröfu, þannig við skoðum svona helstu næringunni í blóði líka og þá sáum við að almennt var D-vitaminstyrkur mjög lágur hjá konunum og algengast og þessum voru í hópnum sem var í hættu á REDS og var að borða lítið litla orku og lítið af kolvetnum það var ég held að 50% af þeim voru með D-vitaminskort eða lágt D-vitamin þannig að þær eru ekki bara að borða of lítið heldur þeir líka að litli D-vitamin búskapur getur aukið enda frekar á neikvæð áhrif REDS Svo þetta svo fyndið því að þú veist, við sem íþróttafólk, við erum bara eitthvað höldum að við sem að gera rétt, við erum að vanda okkur og þú veist, og svo bara einhvern veginn er það bara kannski að versta sem maður gæti gert er það sem maður er einhvern veginn búin að temja sjálfum sér sko, og halda að það sé rétt. Akkurat, og þannig að ég þetta sé líka bara mjög mikið núna áminning því að núna erum við í desember í svona svarta skomdeginu þannig að ef það er eitthvað eitt sem ég myndi mæla með að fólk að ég þetta myndi gera þá er það að taka D-vitamin sérstaklega yfir vetrarmánuðina því að það er bara mjög mikil áskorun að fá nóg úr matnum einum að sér. Ég ekki sólin að baða okkur upp úr því núna. Herði, ég fór mér þess að sjálf í blóðpröfu í lok sumars og hún spurði mig, varstu inni allt sumar? Þá er ég bara með svo látt D-vitamin, meira þess að þótt ég sé búin að vera út í sól. Sko. Þannig að já, ég þarf að vera dugleg í því. Einsamt svona spurning út af því að var ég með algengar var að kallar skoruðu hátt á spurningalista sem skeima var fyrir vöðvaskynjun og röskun. Voru einhverjar konur sem að voru þar? Já, og það var líka dæmi þess að skoruðu yfir á bæði afturknúnahegðunar og vöðvaskynjun og röskunarlistanum. Þannig að það var líka svolítið áhugavert. Já. Þannig að það var svona einkenni sem voru sammerktar á listanum sem að unnið til þess að það var yfir á báði. Oh my god, þetta er allt svo flókið. En það er svona pínu undirstreka líka þetta er eitthvað sem þurfum að hafa ágjur af líka varandi svona sem varandi vöðvaskynjun og röskuna er að ef að þetta er að fara að valda taka svolítið yfir lífið þitt og þú ert svona upptengin af þessu og þetta fara að ráða þínum æfingum vel þá getur þetta líka haft alveg skaðlega áhrif á andlega heilsu eins og átraskunin sko. Og sáum það kom fram þá bara í þreytu einkennum annað þannig að þeir voru að íta sér of langt vegna skoðniði leið megin líkama sko og það er eitthvað sem er áhugjefni. Er eitthvað af fólkinu sem tók þátt í rannsókninni sem hefur haft samband við þig eftir þetta og bara kannski vilja fá einhverja ráðleggingar eða spurningar eða eitthvað? Ekki beint eftir þetta er náttúrulega líka þetta er náttúrulega allt nafnlaust en að við getum ekki rakið hver á hvaða gögn sko en þetta átti við mjög innihaldsrík og skemmtileg samtöl þegar ég þetta fólki kom og í kringum mælingarnar og annað þannig að ég held að maður upplýði það svona mikið þakklandi fyrir að við værum að gera þetta og værum svona að taka fyrst skrefin í að átta okkur á hvert næringar ástand íþróttafólks á Íslandi er. Ok, ef þú segir þetta svona hvert næringar ástand íslenskt íþróttafólks er, hvernig myndirðu ranka það? Við sjáum bara svolítið, við erum bara svolítið á svipnum stað og margar aðra þjóðir og svona við sjáum að ef við skoðum sambærilega rannsókn annar staðar frá þá er það yfirleitt að fólk er ekki að borða nóga kolvetnum eða það er svona sú ráðlegging sem að fólk nær síst að uppfylla próteinneysla er almennt ágætt og margar mjög rífleg og það er svona þessi þetta svona misræðum milli álags og það sem fólk er svo að borða. En ef við bara aðeins kolvetni, hvaða kolvetni, þú veist, ef einhver núna hugsa bara, ég er kannski ekki að borða nú kolvetni, þú veist, erum við að tala um brauð eða erum við að tala um banan og ávexti og þú veist, hvaða kolvetni eigum við að byrja á, eða þú veist, ef við ætlum að bæta okkur í því? Sko almennt, þú veist, þá er oft talað svona mismunandi áætlir eftir bara hvaða tíma dags við erum og hversu nálægt æfingu og annað, þannig að þú veist, skömmu fyrir æfingu og þá viljum við fá svolítið auðmelt kolvetni sem er kannski ekki mjög, þú veist, þú kannski ekki taka danskt rúgbrauð Nei, Arnar Sölvi var hjá mér í íþróttanæringu, hann sagði bara að þú veist, þið megið alveg fá okkur Seriós. Já, algjörlega, þannig að bananir, Seriós, brauð með einhverju einföldu áleiki þú veist, það getur bara klárlega flott orka inn í komandi átök sko. Þannig að síðasta máltíð fyrir æfingu á bara að vera svolítið einföld og auðvelt en svo á öðrum tímum þá kannski erum við að vinna meira með þú veist, treyfaríkari kosti, heilkorn og allt það sko.
Ok, herðu, en förum aðeins í endurheimt. Hvernig ætti íþróttafólk að huga að endurheimti? Þetta kom svolítið fram með það ekki í rannsókninni, endurheimtin. Akkurat. Það sem ég rekum svolítið á er að oft hugsa við svolítið endurheimtina bara sem fyrstu 2-3 tíman eftir æfingu og svo hugsa við ekki nefnilega það meir. Ég hugsa bara eitthvað, herðu, við þurfum að bara rúlla og Já, þú veist, ég þarf að fara í kalda pottinn, þú veist, maður fer svolítið bara þangað, sko. Akkurat. Já. En það gleymum við því að endurheimtin, lífeyrissfræðileg endurheimt, hún heldur áfram að næstu 1-2 daga eftir krefjandi æfingu. Þannig að líkaminn virkilega opinn fyrir næringarnum öðru sem þarf til þess að endurheimta í langa tíma eftir. Já. Þannig að þessi endurheimta gluggi mjög langur. Já. Þannig að við erum ekki bara einmitt að fyrst hendi og prótín sig og rúlla, þú veist, það er allt gott og gilt. En ef að við svo næsta daga eftir erum ekki sinna næringunni, svefninum og allir því sem skiptir máli, þá erum við ekki að hámarka endurheimtina eins og við ættum að vera að gera, sko. En við erum náttúrulega ekki að taka bara eina góða æfingu á viku. Nei. Þú veist, þannig að við erum kannski að taka svona krefjandi æfingu á þriðjudegi og svo kemur eitthvað svo recovery á miðvikudegi og svo kannski krefjandi æfingu á fimmtudegi eða föstudegi. Þannig að þetta basically þýðir að við erum bara alltaf að vanda okkur. Algjörlega. Þú veist, lífið er bara að fylla byrðirnar og endurheimt. Já. Og þá ættir að geta haldið svona stöðugu árangri. Algjörlega, og ég oft segi þetta í fyrirlestur sem ég held, er að þú veist, það að vera íþróttamaður og ætla sér að ná langt, það er bara að vinna 24/7. Þú veist, þú ert bara örfa á tíma svona hlutfallslega á æfingu í vikunni. Já. En allt sem þú gerir utan æfingana, það getur svona pínu skorið úr það hvort þú nærða hvort sem þú er ætlað þér eða ekki. Einmitt. Þetta var bara flóknara, sko. Herðu, en hvernig ættum við að snúa okkur að næringu eftir æfingar til að bæta endurheimtunum sem mest? Ég veit að við fórum svona aðeins kannski í þetta. Þú veist, erum við með nesti í töskunni eða erum við bara að fara heim að borða góðan kvöldmat eða hádegismat eða... Aftur skiptir máli að horfa í bara hvernig tíminn vinnur með okkur þar. Erum við að fara bara beint til sturtu og heim að borða í góða matið með pappa, þú veist, þá er það bara flott. Já. En stundum þarf að brúa bilið með ykkur, þannig að ef það þú veist að líður langur tími þegar þú kemst heim að borða, þá getur skipt sköpum að hafa eitthvað með sér í töskunni, eitthvað til að grípa í til þess að brúa bilið. Hvað myndir að hafa í töskunni þinni? Þetta er bara ekkert eitt svona einfalt svar endilega, en þú veist... Hugmyndir bara. Já, þú veist, eitthvað, til dæmis hleðsla, skyr, jógúrt, ávextir, allt þetta er svona dæmi um eitthvað sem er einfalt að grípa með. En einhver svona orkustykki, próteinbarir eða eitthvað svoleiðis? Jú, það getur líka alveg verið fín lausn, sko. Ekki samt sérstaklega hrifin? Ég var ekki að fyrsta sem ég myndi nefna. Nei. Ég myndi svona freka mæla með að fara í eitthvað annað. En kolvetnadrykki eða eitthvað? Ef það er búin að vera þannig æfingu að það þurfi og það er kannski stutt líka í næstu æfingu. Já. Ef að það er, þú varst að kræfinda æfingu dag og það er aftur eitthvað dæmi á morgun sem þetta verður vel undirbúin fyrir. Já. Þá getur verið mjög mikilvægt að þú byrjir strax að fylla á kolvetnabreiðina svo líka mann hafi tök á að endurheimta það, sko. Þannig að, þú veist, já, þetta er ekki mjög sexy svör og einföld, sko, en þetta snýst náttúrulega líka bara að fólk læri að þekkja sig. Já, algjörlega. Þannig að alltaf snýst svolítið að finna út hvað virka, þú veist, kannski, þú veist, er prótínstöngin það sem eina sem þið langar í eftir æfingu, þá auðvitað farður hana. Já. Þannig að, já, þetta snýst svolítið að svona taka svona þessar almennu ráðleggingar og sem við höfum öll verið að tala ég og fleiri sem hafa komið hingað og finna svolítið út hvað virka fyrir mig að gera og hvernig svona tala inn í mínar aðstæður, mínar þarfir, sko. Sko, en ég er að hugsa, sko, þú veist, ef að ég var í íþróttakona í dag og þetta var svolítið miðaldra að segja þetta svona, já, allt í lagi. Fyrir mér þú alltaf að öfa fyrir ólympíuleika, þannig mann ég eftir fyrir kaffa eitthvað, sko. Nákvæmlega, ég veit alveg bara því stundum er bara, er ég að segja ég var það eða er ég það, allavega. Þannig ef ég væri bara eitthvað, ok, nú ætla ég að, þú veist, prófa þetta og svona finna þetta og ég veit á hvað tímum ég er að æfa, þú veist, ég myndi kannski plana vikuna mína og ég myndi hugsa, þessa vikuna þá ætla ég að prófa, kolvetnadrykki eftir þessar erfiðu hlaupaæfingar eða ég vil drekka þær á meðan ég er á þeim hlaupaæfingum og ætla að prófa að fá mér
banana beint eftir æfingu og eitthvað skýrskvísu eða Já. eitthvað hlæðslu eða eitthvað. Bara svona að taka stöðuna því og svo myndi ég kannski taka en aðra viku þar sem ég sagði, ég ætla að prófa þetta og ég myndi kannski reyna að hugsa, mér fannst þetta henda mig betur. Og því oft fólk bara eitthvað að prófa eitthvað nýtt á hverjum degi en maður þarf samt kannski að gefa sér smá tíma eða ekki, til þess að finna bara, jú, þetta henda mér, þetta munstur. Akkurat. Þannig ef ég ætla að breyta á hverjum degi þá veit ég náttúrulega aldrei hvað það sem að virka eða ekki að virka. Algjörlega og fínt að búa til svona ákveðna rútínu en samt með einhvern sveigjanleika og við viljum heldur ekki alltaf vera að velja alltaf samanborða. Nei, ég svolítið það sko. Já, en klárlega það getur að gefa pínu tíma og mjög mikilvægt líka undirstrika það að það allt sem hvernig við nærum okkur á æfingatímabilum og utan keppni, það líka svolítið æfingi því hvernig við viljum nálgast næringuna í keppni. Já. Því að líkaminn hann þarf pínu þjálfun í að taka við næringun oft og svona átt að segja á henni að vita hvernig á að taka við henni sko. Þannig að líka við nota í þetta verið í keppni og annað þá er eitthvað sem viljum vera búin að prófa svolítið á æfingunum okkur átt og er þetta vara sem virka fyrir mig eða ekki. Sko, ok, en nú er ég að hugsa ef ég væri að æfa einhverja hópíþrótt til dæmis og það er svona bara eitthvað leikur á laugardaginn eða eitthvað, ég myndi nota það svolítið sem tækifæri til þess að prófa einmitt vikuna, bara þú veist, ok, hvernig líður mér á laugardaginn ef það er mánudagur í dag, hvernig líður mér á laugardaginn ef að ég sef 7 til 8 tíma á nóttu, ef að ég drekk, ég veit ekki, 1,5-2 lítra af vatn á dag og ég fæ mér alltaf næringu bara, þú veist, beint eftir æfingu og svo bara svona, ok, ég ætla að sjá hvernig mér líður á laugardaginn. Þú veist, auðvitað er eitthvað svona líka sniðugt til þess að bara reyna að mappa svolítið bara mitt og það sem henda mér, það getur verið eitthvað sem henda þér bara ekki neitt, sko. Akkurat. Þannig að, já. Þannig að það er líka bara við pínu hvað í þessu, bara hver er ávinningunni, að leggja þetta alltaf á sig, að hafa þetta skipulega, þú veist, hvernig skilar það mér? Og þú sér það, og já, hugsanlega gengum betur í leiknum á laugardaginn af því að ég er búin að taka þessi aukaskref og virkilega spá í þessu, sko. En þú veist, það er náttúrulega bara fólk, ungt íþróttafólk í dag er náttúrulega bara þvílíkt lúxuslíf að hafa einmitt aðgang að svona miklum upplýsingum því að þegar ég var, þú veist, þá þurfti ég bara að fara í Barnes & Nobles og kaupa mig bækur til þess að læra eitthvað, þú veist, þetta var ekkert interneti var ekkert svona, nú er ég aftur á nógslega gömul, en allan en ég man bara þegar ég var meira að hugsa þú veist, mína keppnisrútínur og þess að þá vorum við sko að prófa hvernig æfingar við tækjum daginn áður, við fórum í göngutúri morgunin, eitt tímabilið þá lyfti ég tók alltaf þungan hnébauju morgunin sem ég keppti og mér fannst það geðveikt, en það virkaði svo ekkert önnina eftir eða eitthvað, þú veist, þannig ég var alltaf, en ég man ekki eftir að hafa verið að prófa mig áfram með næringu. Nei. Þannig að ég er svona smá að bömmir akkurat núna yfir því. Já, ég trúi því, en ég held líka að svona íþrótta- og næringarfræði er tiltölulega ungt fag líka, sko, þannig að ég held að svona þegar við vorum að djöflast upp í Kaplakrika fyrir þessum árum síðan, og mér líka að vera gömul því að það er svo langt síðan en já, á þeim tíma þá vorum við bara ekki komin langt og við erum í dag, þannig að íþrótta- og næringarfræði er virkilega orðið sérsvið í dag, myndi ég segja. Já. Og maður vil líka vera að fylgjast með samstarfsaðilum út í heim og svona, það er við að koma með virkilega bara metnaði full, bara meistara nám bara í þetta næringu, sko. Þannig að þetta er orðið bara virkilega sérsvið og svona, já, algjörlega. En eftir að þú veist, nú fórst í gegnum þessa doktors rannsókn og það, ertu með áhyggjur af næstu kynslóð íþróttafólks eða ertu hvað maður segja, vongóð eða þú búist bjartsýn eða þú veist, fyrir þeirra hönd? Bara allt í bland, sko. Ég held að við séum óbærslega rík að metnaðarfull og flottu íþróttafólki og áskoninni verða alltaf staðar en það við þurfum að vinna svolítið rétt með þær. Já. Og að því að nefndi samfélagsmiðlun á það, ég er líka svolítið þakklátt fyrir að það hafi ekki verið svona mikið af upplýsingum sem maður hafði aðganga því að það er svo mismunandi. Já. Þannig ég held að það verði áskonin fyrir komandi kynslóðir og núverandi. Já. En svona, ég held líka bara pínu að því að við höfum svona nefnt átaskanir og annað, þá held ég að sé svona mikilvægt að hafa í huga að margir eiginleika sem gera þig að góðum íðamannesku er líka þættir sem gera þig pínu veikari fyrir þegar kemur að átaskunum, sko.
því að svona þessi fullkomna nárætta og svona margt sem að svona mínir svona persónulega eiginleika margir Já, gerði það að verkum að mér var mjög hætt við því að lenda í því sko. já, Þannig að ef að fólk og foreldrar og aðrir eru í kringum fólki sjálft svona þekkir viðkomandi og veit að hún típan sem að virkilega finnur allarleið og finnur allt sem hægt að gera já. Vera og vakandi. já, vera vakandi fyrir því og það svona ákveðna típur sem að alltaf að fá 10 öllum prófum og mér aldrei gera mistök og aldrei mismæla sig og allt þetta Já, en ef að þú átt þannig típu heima sem að æða mikið þá myndi maður svona hafa svona ekstra auga á því sko. en ennur til dæmis ef að foreldrar eru að hlusta núna á eitthvað og þú veist, íþróttafólki á heimilinu vill ná árangur eða eitthvað, þú veist, hvað skilaboð erum við kannski með til þeirra? Er þá bara, þú veist, kannski að ræða næringu og passa að eiga mat sem þau vilja neita eftir æfingar eða hvað svona skilaboð getur við farið með til þeirra? Algjörlega og líka bara svona hafa allt samtal næringu náttúrulega á heilbrigðum grundvelli að við séum svolítið að horfa á næringarefnin út frá því hvernig það geta hjálpað okkur að ná árangri. Já. Þannig að fara ekki út í hræðsluáráður varðandi orku eða einstaklega næringarefni heldur meira svona að setja í samhengi já, ég þarf þetta af því að ég mig langar að ná árangri eða því ég þarf að vera tilbúin á æfingunni og allt þetta og eiga það samtali heima svolítið að fara í búðina saman og velta fyrir hvað virkilega það sem að uppfyllir það sem ég þarf. En heyrðir þú einhvern tímann, örugglega ekki, en ég var alltaf stór og sko mössuð og það var alltaf, ég fekk reglulega skilaboð að ég væri ofmössuð og sem ég var mjög mössuð og bara ég hef alltaf verið með stóra vöðva og eitthvað. Þannig að samtalið hjá mér snerist ofta sko að ég þurfti að létta mig svona 2-3 kíló og ég man alveg sko, þú veist, ég var alveg að reyna það, ég nefndi því samt bara ekkert, því mér fannst ég samt bara fín og ég var sterk og ég var að hlaupa hratt og eitthvað svona, en ég man samt alveg ótrúlega vel eftir þess að ég átti að vera svona mörg kíló eða eitthvað og ég, svona bara því ég hugsa oft aftur í tíman þá, þetta hafði alveg áhrif á mig sko. Þetta læði svolítið undir meðvitinu því fólki sko, en sko fyrir mig og mín einslega er ekki svo að ég hafi fengið eitthvað sagt mér ég ætti að letta mig, þú veist, ég fekk aldrei það frá þjálfurum með neinu öðru, þetta var bara virkilega mín innri pressa því að ég vildi líta ákveðið út til þess að ná árangri því að langhlauparar voru svona og ég hafði mjög svona skýra hugmyndum hvað það var þannig að þú veist, innri pressan var svo stóri þátturinn í hvernig fór hjá mér á sín tíma en þannig að svona orsakir og triggerarnir fyrir því að hlutinni gerast geta verið mjög mismunandi og við tölum líka REDS svona aftur, þú veist, átröskun er ein möguleg ástæða en svo getur líka bara verið skortur á næringarþekkingu það við getum verið með erfitt að koma á næringunni í rútínuna það getur verið eitthvað svona fæðu óöryggi, skert aðgengi að mat, það er svo margt sem getur gert það að verkum að þetta getur bara verið flókið. Svo verður maður líka bara svo einhæfur. Bara, mér finnst þetta bara þægilegt, þetta er fínt, þú veist, ég er alltaf annað þannig, ég er bara eitthvað, þetta er fínt og svo bara borða ég þetta bara á hverjum degi heila mánuð. Einmitt. Líka ef að æfingar er alltaf útrúlega mikið, þú veist, þá verður þetta, getur þetta orðið mikil áskorun. Bæði er orkunotkunin mikil æfingum og orkunotkunin er mjög há, það er brasa uppfyllana, en svo vitum við líka að æfingar, þú veist, það geta dempað listina eftir æfingar, þannig við höfum ekki endilega listað að borða annað. Nei, maður bara svona, einmitt, tilfinningin, Já, þannig að margir þættir sem kom inn í þetta, þannig að við mikilvægt að fólk líka skilji það að átaskunni er ekki alltaf bara sama sem REDS. Átaskunni er ein möguleg orsök, ástæða, en REDS getur líka bara við afleiðing þess að við komum ekki inn í rútínuna eða erum ekki náðu meðvitið sko. Og við þurfum orku til svona árangri, það er nær engin árangri. Bara absolutt. En bara, svo sem að vera búnar, en sko þjálfarar, ef ég er að þjálfa og ég er ekki með neitt í huga, bara svo það sé sagt, en ef ég myndi vera bara eitthvað, heyrðu, ég kannski þú styrt að fylgjast með þessari, veist, eða eitthvað svo leiðis, ég bara spáði, þú veist, hvaða leið væri sniðug fyrir mig að fara. Ég persónulega myndi kannski samt fyrst byrjaði bara að ræða við hópin og segja bara, þú veist, næring skiptir máli, hvað er það að borða eftir æfingu, ég myndi reyna að taka svolítið þannig, en ef ég væri svona með augun á einhverjum, hvernig ætti ég að hafa mig í því? Auðvitað er
þjálfari hann hefur ákveðna sérstöðu oft í svona sambandi við í það manneskina að þú átt í innihaldslega góðu samtali við þessum að þjálfa, þú veist, þá geta verið mjög svona mikilvægur aðili sem að þú veist, á kannski fyrsta samtalið og lýsir því fyrir í samtalið að þú hafir áhyggjur af viðkomandi og svo allur gangur að hvernig viðkomandi tekur því þannig að þjálfari getur svona verið svona mjög mikilvægur í þessum fyrstu skrefum og styðja viðkomandi í að taka þessi fyrstu skref og leita sér aðstóðar en svo eru bara einmitt næringarfræðingar, sálfræðingar og aðrir sem eru sérþjálfari í því að grípa fólk og vinna með því og hjálpa því upp sko. Einmitt. Og ég vil kannski bæta við það líka að þau samtöl að vera ekki að ásaka gagnrýna hart heldur virkilega bara svona nálgast viðkomandi bara sína hlýju og að undirstrika það að þetta sé vegna þess að þú hefur berir hag viðkomandi fyrir brjósti þér andum að viðkomandi ná árangur þessum degi þetta samtal þannig að hafa pínu einstaklingin í forgrunni og þessi hans sem skiptir máli ekki næsta móti eða hvað það skilur þegar heilsa þarf alltaf að koma undan árangri. Þetta var mjög vel orðað hér en bara svona svo við lokum þessu og eitthvað sem við kannski glemdum að ræða eða eitthvað meira sem þú vilt koma framfæri? Við erum búin að snerta aðeins mörgu, held ég. Já, ég er mjög ánægð með þetta og bara hvetjum ykkur til þess að fylgja Dr. Birnu, hún er með Instagrami sportbitarnir og er mjög dugleg að setja inn alls konar upplýsingar þar. Er það ekki bara? Já, held ég. Það er bara þakka þér kærlega fyrir komin og gefa þér tíma. Bara takk fyrir að fá mig. Dr. Birna, mér svo gaman að segja þetta. En já, við þökkum samstarfsaðilum Klefans kærlega fyrir. Það er Auður, Lemon, Hafið fiskverslun og Nutrileng. Eigið þið súper dag. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.